Þá ætlum við að skipta héðan úr þinghúsinu yfir í Ráðhús Reykjavíkur, enda hefur komið á daginn að þetta mál snertir ekki bara þinghúsið, heldur líka Ráðhúsið. Já, einmitt því að í þessum gögnum líka að finna upplýsingar borgarfulltrúa í borgarstjórn Reykjavíkur. Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins til 14 ára, upplýsti í síðustu viku að hann hefði stofnað aflandsfélag, en hans tilfelli frábrugðið hinum sem hefur verið fjallað því það félag var stofnað eftir hrun. Í Kastljósþættinum áðan var svo upplýst að annar borgarfulltrúi, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, sem situr í borgarstjórn fyrir Framsókn og flugvallarvinni, hefði tengsl við 2 aflandsfélög og Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, hefði einnig tengst aflandsfélagi. Við skulum líta aðeins á þeirra tengingar. Samkvæmt gögnum úr grunni Mossack Fonseca stofnaði Júlíus Vífill í ársbyrjun 2014 félagið Silwood Foundation á Panama. Silwood Foundation hvergi að finna í skráningu Júlíusar Vífills á fjárhagslegum hagsmunum hans á vef borgarinnar. Júlíus Vífill svaraði hvorki símtölum né tölvupósti í rúma viku eftir að hafa verið kynnt efni umfjöllunar Kastljós, en Kastljós hitti á hann á leið til nefndarfundar á miðvikudag. Sæll Júlíus. Við erum búin að reyna að ná í þig. Máttu sjá mínúti að spila þessu? Ég skal tala við þig síðar en ekki nú. Sveinbjörg Birna starfaði áður við lögmennsku og fyrir fjárfestingabankann Askar Capital meðal annars í Luxemburg. Hún skráð fyrir félögunum Seven Call Invest á Tortóla og Ice One Corp sem var skráð í Panama. Ice One Corp sagt í eigu P10 EHF þar sem Sveinbjörg skráður stjórnarformaður. Í skráningu hennar á fjárhagslegum hagsmunum borgarfulltrúa ekkert minnst á aflandsfélögin 2 eða íslenska félagið P10. Sveinbjörg Birna segir að bæði aflandsfélögin hafi tengst fasteigna viðskiptum á Panama. Af þeim hafi þó ekkert orðið vegna hrunsins og því hafi hún talið að búið væri að slíta félögunum. Samkvæmt gögnunum Þorbjörg Helga, sem var borgarfulltrúi til 2014, skráð á samt eiginmanni sínum fyrir félaginu Ravenna Partners á Tortóla. Allt hlutafé Ravenna var skráð á þau hjón í ágúst 2005. Hún segir að félagið hafi aldrei verið nýtt undir neina starfsemi, en gerð hafi verið grein fyrir tilvist þess á skattframtölum til ársins 2007.